Góðan daginn. Fyrir rúma hálfu ári síðan, sem sagt nokkrum vikum eftir þá atburði sem urðu hvati þessarar fyrirlestraraðar, hringdi félagi minn og samstarfsmaður til margra ára, Sigurður Gylfi Magnússon, í mig og sagði mér frá hugmyndina þessari fyrirlestraröð og bað mig að taka þátt og gaf mér titil að fyrirlestri Er hægt að leggja Þjóðminjasafnið niður? Og ég þurfti svo sem ekki að íhuga það neitt mjög lengi. Ég taldi að sjaldan hefði mér verið fært jafn einfalt verkefni í hendurnar. Það að segja að svara spurningunni Er hægt að leggja Þjóðminjasafnið niður? Já, það hlýtur að vera hægt og getur varla verið ýkja flókið. Söfn eru lögð niður víða heim. Fyrir bara örfáum vikum síðan lokaði til að mynda þjóðarmótorhjólasafn Bandaríkjanna, The National Motorcycle Museum, dyrum sínum, eftir áratuga starfsemi og stuttu áður, á þessu ári líka, hætti sjálft safnasafnið, eða Seattle's Museum of Museums, allri starfsemi. Nú fyrst hægt að leggja þessu safn niður út í hinum stóra heimi, þá hlýtur að vera hægt að leggja niður og loka Þjóðminjasafni Íslands. Við skulum heldur ekki gleyma því að Þjóðminjasafninu var lokað tíma. Það árunum 1998 til 2004. Lokunin var auðvitað bara tímabundið og safnið auðvitað ekki heldur formlega lagt niður. Hún var til þess að gera nauðsynlegar endurbætur á þessu húsi hér við Suðurgötu og til að undirbúa og opna nýjar og glæsilegri sýningar. En áður, innri starfsemi safnsins hélt áfram og takmörkuð og breytt sýningarstarfsemi líka, bæði hérlendis og erlendis. Það að segja safnið tók þátt í sýningum bæði hér á Íslandi og erlendis á þessum tíma sem þetta hús hér var lokað. Já, og nú stendur það sama fyrir dyrum hjá hinum rómaða Pergamonsafni í Berlín sem lokaði sýningarhúsnæði sínu fyrir það bil 2 vikum síðan, reyndar bara að langstærstum hluta, ekki 100%. Og safnið mun sennilega ekki opna á ný, eða safnið mun ekki opna á ný fyrir í fyrsta lagi árið 2037. Og maður vonar bara það séu ekki sömu aðilar sem stjórna framkvæmdum við viðgerður og endurbætur á Pergamonsafninu og reistu flugvöllinn í Berlínarborg, en þær framkvæmdir fóru 10 árum fram úr áætlun. Sem sagt, jafnvel í Þýskalandi fara opinberar framkvæmdir langt fram úr tímaáætlun, ekki bara hér á Íslandi, þar sem viðgerðirnar við þetta hús tóku 3-falt lengri tíma heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir í upphafi. Þannig að svona raunsætt litið þá má gera ráð fyrir því að sýningarsalir Pergamonsafnsins opni ekki á ný fyrr en eftir kannski 20-25 ár. Það næstum því heil kynslóð. En við þurfum þó ekki að óttast framtíð Pergamonsafnsins sem hluti safnaeyjunnar í Berlín og hún í heild sinni byggingar og söfn á heimsminjaskrá UNESCO. Pergamonsafnið mun opna á ný þó að langt sé í það. En snúum okkur nú aftur að, já, þetta hér þá safnaeyjan sem á heimsminjaskrá UNESCO. En snúum okkur núna aftur að mögulegri lokun Þjóðminjasafns Íslands, það að segja þeirri hugmynd að leggja rekstur þess alfarið niður. Það alls ekkert útilokað að hugmynd að leggja Þjóðminjasafnið niður geti dúkkað upp hjá íslensku stjórnmálafólki, sem eins og við vitum vel fléttað inn í íslenskt atvinnulíf. Og það einmitt þaðan sem mótbárur gegn lögskipaðri starfsemi höfuðsafna hafa komið, líkt og gerðist fyrr á þessu ári með málarekstri samtaka fyrirtæki í ferðaþjónustu og Perlu Norðursins HF gegn Náttúruminjasafni Íslands og fyrirhugaðri opnun nýrrar sýningar Náttúruminjasafnsins á Seltjarnarnesi. En Sigurjón Baldur fjallaði rækilega þetta mál í fyrirlestri sínum hér á þessum stað fyrir nákvæmlega 2 vikum síðan.
Já, hugmyndin sem sagt ekkert úr lausu lofti gripið og eins og ég sagði hér í upphafi þá taldi ég að það hlýt að vera hægt að leggja safnið niður ásamt allri starfsemi þess og í raun hafði ég hugsað mér eins og framkom hérna í undirtitlinum sem Sóla las hérna rétt áðan að fyrirlesturinn væri eins konar leiðbeiningar til ráðvilltrar stjórnmálastéttar hvernig fara ætti að svo vel gengi og án alls hafarís eins og var núna á útmánuðum þegar tilkynnt var lokanir skjalasafna Reykjavíkurborgar og Kópavogsbæjar. En við nánari athugun hefur þó komið í ljós að þetta alls ekkert svo einfalt. Í raun þetta bara nokkuð flókið og yrði sannarlega ekki gert á svona gamaldags albertískan máta, það að segja með einu pennastriki. Heldur kræfist lokun á allri starfsemi Þjóðminjasafns Íslands margra mjög flókina og ólíkra aðgerða. Og í raun hefur löggjafinn alls ekkert gert ráð fyrir því að hægt sé að leggja starfsemi Þjóðminjasafns Íslands niður. Þannig að í stað þess að leiðbeina íslensku stjórnmálafólki áfram lokun safna, þá langar mig til að rýna aðeins í lagatextana og velta því fyrir mér hvað löggjafavaldið hafði í hyggju með safnalögum og hugmyndin höfuðsöfn, auk þess sem ég vil svo velta spurningunum fyrir mér hvernig á því standi að Alþingi Íslands hafi komið í svo fyrir að erfitt sé, já nánast ógjörningur að leggja niður höfuðsöfnin. Hvað það sem gerir þetta flókið og af hverju hreinlega ekki gert ráð fyrir þessu möguleika í lögunum og svo hvaða afleiðingar hefði það að leggja, hvaða afleiðingar hefði það fyrir íslenska þjóð og samfélagi að leggja Þjóðminjasafn Íslands niður. Og byrjum þá kannski á lagabókstafnum. Þjóðminjasafn Íslands gilda ýmis lög. Hér ber auðvitað helst að nefna lög Þjóðminjasafn Íslands, safnalög og svo lög menningarminjar. Öll þessi lög voru samþykkt á Alþingi á árunum 2011 og 2012 og tóku gildi 1. janúar árið 2013. Í þessum lögum dregin fram sýn löggjafans á umhverfi safna á sviði menningar og náttúruminja sem á lista en þau ná hvorki utan gerð og rekstur opinberra skjalasafna, svo sem Þjóðskjalasafn Íslands eða héraðsskjalasafna, né heldur bókasafna, svo sem Landsbókasafns, Háskólabókasafns eða annarra bókasafna. Þessi söfn gilda önnur lög og aðrar reglur. Í safnalögum sett fram ákveðin svona hierarkísk sýn á íslensku safnaumhverfi með höfuðsöfnin 3 í öndvegi, það að segja Listasafn Íslands, Náttúruminjasafn Íslands og svo auðvitað Þjóðminjasafn Íslands. Þau skilgreind sem miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði sem skulu vera öðrum viðurkenndum söfnum til ráðgjafar, stuðla að samvinnu safna og samræmdri safnastefnu hvert á sínu sviði. Höfuðsöfnin eign ríkisins og alfarið fjármögnuð af ríkinu, þó að í lögunum séu líka veittar heimildir til ýmiss konar gjaldtöku fyrir þjónustu eða auðvitað með innheimtu aðgangseyris á sýningar safnanna. Safnalögin fjalla svo í stórum hluta til ýmis praktísk atriði sem varða viðurkenningu safna í landinu og skilyrðum fyrir slíkri viðurkenningu. Og þau meðal annars að viðurkennt safn skuli vera í eigu opinberra aðila, svo sem sveitarfélaga, eða þá sjálfseignarstofnunar, félags eða fyrirtækis sem tryggi safninu fjárhagsgrundvöll. Þessi fyrsta málsgrein í 10. greinar safnalagana leggur þannig línundar, eða betur sagt viðurkennir sérstöðu safna að þau séu í raun ekki stofnanir sem fjármagna sig sjálfar. Tekjuöflun viðurkennd safns, til dæmis með gjaldtöku fyrir þjónustu eða með innheimtu aðgangseyris, tekjuöflun viðurkennd safns sem uppfyllir
meginmarkmið lagana að vera opið almenningi, stunda söfnun, varðveislu, rannsóknir og miðlun á eigin safnkosti getur ekki staðið undir kostnaði við rekstur þess. Þetta viðurkennt í safnalögunum. Og þessi fyrsta málsgrein 10. greinar safnalaga klikkir svo út með þeim skilyrðum að viðurkennt safn skuli ekki rekið, þetta stendur bara í lögunum, í hagnaðarskyni. Söfnum sem sagt bannað að græða peninga. Það að segja, söfnum bannað að safna upp hagnaði sem svo greiddur út sem arður til eiganda þess. Þetta sýn og vilji löggjafans, svo mikið fyrir söfn og nýfrjálshyggju. Safnalögin gera engu að síður ráð fyrir því að hægt sé að leggja niður viðurkennd söfn. Þau skulu nefnilega, áfram samkvæmt þessari 10. grein, vera starfrækt samkvæmt stofnskrá, samþykktum eða reglugerð sem safnaráð viðurkennir. Og í 12. grein svo kveðið á að í þeirri stofnskrá, samþykktum eða reglugerð skal kveðið á ráðstöfun eigna þess og safnkost verði safnið lagt niður eða rekstrið þess breytt. Ég veit ekki með héraðsskjalasafn Kópavogs, ég gerir ráð fyrir það að sé í samþykktum þess en í samþykktum borgarskjalasafn stendur til dæmis alveg skýrt hvað skuli gera ef það því lagt niður. Þar af leiðandi í samþykktunum þessi gluggi opinn að það sé hægt að leggja safnið niður. Og það stendur bara beint að þá skuli safnkosturinn renna til Þjóðskjalasafnsins. En þetta ákvæði viðurkennd söfn á ekki við höfuðsöfnin 3. Jafnvel þó að lögin hvert höfuðsafnana séu á margan hátt ekki ólík stofnskrám, reglugerðum eða samþykktum annarra safna, hvort sem þau í eigu og rekstri ríkisins eða annarra aðila. Þannig í lögum Þjóðminjasafn Íslands engin ákvæði það hvað gera skuli, hvað verður til dæmis safnkostinn verði safnið lagt niður. Þjóðminjasafnið í raun síðasti instans menningarminjamála í landinu, eins konar lokahöfn. Í lagasetningunni því alls ekkert hugað að þeim möguleika að leggja safnið niður og löggjafinn hefur alls ekkert íhugað að landið verði á einhverjum tíma þjóðminjasafnslaust. Það því lagalega nokkuð flókið að leggja þjóðminjasafnið niður, ekki dugar að nema lög safnið úr gildi. Heldur þyrfti að setja ný lög sem heimiluðu lokun safnsins og kvæðu á endalok þess, hvað verður safnkostinn og eignir safnsins. Þess utan þyrfti að gera breytingar á safnalögum í heild sinni sem hefðu það sennilega í för með sér að hugmyndin höfuðsöfn hyrfi úr íslenskum safnalögum. Það að loka Þjóðminjasafni Íslands gæti þannig haft verulega áhrif á stöðu Listasafns Íslands og Náttúruminjasafn Íslands. Breyta þyrfti menningarminjalögum og færa stjórnsýslulegt hlutverk Þjóðminjasafnsins yfir á aðrar stofnanir. Minjastofnun Íslands gæti tekið við einhverju þessara hlutverka, eins og til dæmis móttöku og varðveislu jarðfundinna grípa. Það að segja allra grípa og sýna úr fornleifarannsóknum. Svo þyrfti að endurskoða hugmyndina þjóðminjar í menningarminjalögum, það að segja þau friðlýstu þjóðarverðmæti sem varðveitt á Þjóðminjasafni Íslands. Það vissulega opna lögin fyrir þann möguleika að þjóðarverðmæti séu geymd á öðru viðurkenndu safni en þá alltaf á vegum Þjóðminjasafns Íslands. Og þessa yfirstjórn með þjóðminjum þyrfti þá að færa yfir á önnur embætti, hvort sem það væri ráðherra sjálfur, minjastofnun eða safnaráð. Ekki bara þetta, það að afnema hugmyndina höfuðsöfn gæti haft verulega áhrif á stöðu Þjóðskjalasafns Íslands og Landsbókasafns. Því að þó að safnalögin eigi alls ekkert við þessi 2 söfn, eða eigi ekki við þau, en þegar rýnt í lögin Þjóðskjalasafn,
eða Landsbókasafn, kemur sama hugmynd fram og kemur fram í safnalögunum höfuðsöfnin. Hugmynd lykilsöfn á sínu sviði. Og ekki aðeins í þessum 4 grunnatriðum, það að segja safna, varðveita, rannsaka og miðla, heldur líka það að hafa eftirlit og sinna ráðgjöf til handa öðrum opinberum söfnum á þessum sviðum, öðrum opinberum skjalasöfnum eða bókasöfnum. Og meðan bókasafnalögin tilgreina bókasafnaráð sem fer með stefnumörkun á sviði bókasafnsmála, svolítið svipað safnaráði á sviði menningarminja og náttúruminja og listasafna, að þá Þjóðskjalasafn Íslands á margan hátt í svipari stöðu og höfuðsöfnin ásamt safnaráði. Þjóðskjalasafnið svolítið hvoru tveggja, bæði höfuðsafn á sínu sviði og safnaráð á sviði skjalasafna. Lagalega séð, að minnsta kosti með mínum ólögfróðu augum, staða höfuðsafna 3, auk Landsbókasafns og Þjóðskjalasafns, nokkuð trygg. Og ekki hægt að sjá að gert sé ráð fyrir því að þessi söfn verði yfir höfuð lögð niður. Sem leiðir okkur þá kannski að næstu spurningu. Af hverju ekki gert ráð fyrir því að hægt sé að leggja Þjóðminjasafn Íslands niður? Hvað það sem veldur því að hugmyndin Þjóðminjasafnslaust Íslands virðist löggjafanum svona frekar fáránleg? Já, jafnvel stjórnmálafólk, eins illa að sér í mannvísindum og Hrafn Sveinbjarnarson lýsti í eldræðu sinni hér í haust, jafnvel stjórnmálafólk ekki ónæmt fyrir hlutum. Hvort sem það eru persónlegir munir úr æsku sem fylgja okkur alla tíð, erfðagripur úr búi og afa eða þjóðminjar á safni. Stjórnmálafólk skilur vægi hluta í mótun vitundar. Persónuvitundar, samfélagsvitundar, þjóðarvitundar. Og þegar ég segi skilur vægi hluta, það á ég ekki við að þessi skilningur byggja á þekkingu. Því að samband okkar við hluti ekki þekkingafræðilegt. Það verufræðilegt. Við erum nefnilega umfram allt efnisverur og allt varðandi manneskjuna og hið mennska efnisvætt. Öll okkar vitund það hver við erum á sér rætur í hlutum. Við varðveitum ekki hluti vegna þess við þekkjum hlutin, heldur varðveitum við hluti eða heldur varðveislan, heldur vegna þess að í gegnum hluti þá kynnumst við og lærum að þekkja okkur sjálf. Og það var þess vegna sem að Þjóðminjasafn Íslands, það að segja fyrirrennari þess, forngripasafnið, var stofnað fyrir 160 árum. Þjóðminjasafn Íslands þannig ein af elstu stofnunum landsins sem varð til í upphafi baráttunnar fyrir sjálfstjórn, fullveldi, sjálfstæði. Það mætti kannski best orða þannig að forngripasafnið eða Þjóðminjasafnið hafi verið stofnað til höfuðs útflutningi á menningarverðmætum og varðveislu menningarverðmæta héðan eða frá Íslandi í Þjóðminjasafni Dana. Þjóðarvitund var ekki hægt að varðveita í safni sem staðsett var í Kaupmannahöfn. Líkt og okkur þætti einkennilegt ef héraðsskjalasafn Kópavogs væri varðveitt á Kópaskeri eða þá í Reykjavík. Eins var ekki hægt að berjast fyrir sjálfstjórn eða sjálfstæði nema með skýra þjóðarvitund og Þjóðminjasafnið eða forngripasafnið á þeim tíma bar ábyrgð á varðveislu hennar. Þjóðminjavörður síðar, eða frá árinu 1907 þegar það embætti verður til, varð gæslumaður og verndari þjóðarvitundar. Þjóðminjavörður og embættið var strax eitt það virtasta á Íslandi og Matthías Þórðarson hér í slagtogi við Kristján X og Alexandrínu drottningu á Alþingishátíðinni á Þingvöllum árið 1930. Þar mætti hann ásamt öðrum virtustu embættismönnum þjóðarinnar til Alþingishátíðar.
Þjóðminjasöfn voru stofnuð út gjörvalla Evrópu á 19. öld sem viðbragð við eflingu borgarastéttar, lýðræðis og þjóðarvitunda. Einræði kókafólks lét undan, ákalli fyrir þingræði, vald var fært í hendur þjóða og stofnun forngripasafnsins eða Þjóðminjasafns Íslands tók þátt í þessari borgaralegu lýðræðisvakningu. Þjóðminjasafn Íslands þannig hornsteinn þjóðarvitundar. Þjóðminjasafnið ekki hér til að segja okkur hvernig þjóð hefur orðið til, heldur til þess að vekja traust að þjóðarvitundin sé varðveitt, að henni sé sinnt og dregin fram þegar við, hvort sem það við sem þjóð eða hvert og eitt okkar sem einstaklingur, þurfum á því að halda. Þess vegna varðveitum við ekki bara sýningargripi, það að þjóðminjar og þjóðarverðmæti, heldur allt mögulegt, allt milli himins og jarðar. Og það alls ekkert, allt sem ekki hugsað til sýningar, heldur eingöngu til varðveislu. Vitundarskapandi hlutir hafa mismunandi hlutverk að gegna. Persónuskapandi hlutir standa okkur jafnan nærri á meðan þjóðarskapandi hlutir þurfa ekkert endilega standa okkur nærri, eru það ekkert endilega þannig. Þjóðarskapandi hlutir eru þær minjar sem við treystum að séu varðveittar, hvort sem við þekkjum þær eða þekkjum þær ekki. Þjóðarskapandi hlutir eru þeir hlutir sem Íslendingar hugsa til þegar þeir lýsa trausti sínu á þessari stofnun, Þjóðminjasafn Íslands, hvort sem þeir þekkja til starfsemi hennar eða ekki, hvort sem þeir hafa heimsótt sýningar hennar eða ekki, hvort sem þeir vita yfir höfuð til hvaða hluta þeir eru að hugsa eða ekki. Þetta ástæðan fyrir því að þjóðminjasafnlaust Ísland var ekkert mikið öðruvísi en alþingislaust Ísland. Þjóðminjasafnið, líkt og önnur söfn, svo sem Borgarskjalasafn eða Héraðsskjalasafn Kópavogs, eru bakgrunnur lýðræðis, eins og Orri Vésteinsson kom inn á hér fyrir í haust. Bakgrunnur þjóðræðis, ef svo má orði komast. Og þetta ástæðan fyrir því að jafnvel fáfróðasta þingfólk samþykkti fyrir áratug safnalög, lög Þjóðminjasafn Íslands og menningarminjalög, þar sem möguleikin á því að safnið verði lagt niður eru alls ekkert tilgreindir. En hvað ef á einhverjum tímapunkti Þjóðminjasafn Íslands yrði lagt niður? Hverjar yrðu afleiðingarnar? Gætu ekki aðrir aðilar sinnt sama hlutverki? Minjastofnun gæti haldið utan safnkostinn og leigt hann út til einkaaðila sem stæða sýningarhaldi, háskólarnir gætu alfarið tekið yfir rannsóknarhlutverk safnsins, þannig gætu við dekka þessi 4 meginsvið Þjóðminjasafnsins, söfnun, varðveislu, rannsóknir og miðlun. Væri þetta ekki bara miklu hagkvæmara? Sameina stofnanir, sameina hlutverk stofnana og útvista þjónustu við neytendur. Spurningin nyti þetta kerfi trausts, fengi þessi eini sem rannsaka vildi hóffjaðrir þá þjónustu sem honum bæri. Og hér endum við á sama stað og Stefán Pálsson gerði í fyrirlestri sínum fyrir viku síðan. Hvað verður safnkostinn og aðgengi almennings, fræðimanna og stofnana að honum? Eða að þessum verðmætum sem söfnin geyma. Og ef við varðvitum ekki hugsjónuna varðveislu og almennt aðgengi að safnkostunum, hvað verður þá þennan eina sem Sigurjón Baldur talaði og ræddi hér fyrir 2 vikum, þennan eina gest, þennan eina notanda, þennan eina sem hefur áhuga á því að rannsaka hóffjaðrir. Og hvernig veitir þjóðminjasafnslaust Ísland almenningi aðgengi að þjóðarvitundinni? Hvað verður þjóðarvitundina þegar varðveisla hennar í hugum alls almennings alls ekki tryggð?
það með þessum spurningum út í tómið sem ég ætla þá að bara þakka fyrir mig. Það er eins gott að við höfum góðan tíma til spurninga. Er þetta ekki þessi? Jæja, Kristján er hér. Spurði hann endilega. Takk fyrir Kristján. Kannski byrja á því að þú nefndir þarna söfn sem eru lögð niður. Hefur einhver hugmynd hver var ástæðan fyrir því að voru lögð niður? Í Seattle og annars staðar. Af hverju verið að leggja þessi tilteknu söfn niður? Nei, í þessum tveimur tilvikum hef ég ekki hugmynd það. Ég googlaði söfn sem hafa verið lögð niður nýlega. Svona til þess að söfn eru lögð niður út allan heim á mismunandi forsendum. Ég þekki ekki einu sinni rekstrarmódel þessara safna til að geta gefið eitthvað þekkingarfræðilegt svara á því. Oft eru það, og oftast sjálfsagt eru það bara fjárhagslegar forsendur, söfn, jafnvel stærstu og merkilegustu söfn út í heimi eru ekki fjármögnuð af opinberum aðilum, heldur félagasamtökum og það er bara almennt mjög erfitt fyrir þessi félagasamtök að fá rekstrarfé fyrir söfnum og þess vegna eru þau lögð niður. Má ég vilja þess eftir? Já. Ég meina, þetta ekki grunnspurningin? Af hverju verið að leggja söfn niður? Jú, það góða með safnalögin er að þau gera ráð fyrir því að söfn séu rekin af aðilum sem tryggi fjármagn safnanna. Það er grunnatriðið. En þá komum við að framhaldi þeirra spurningar. Þú ert að tengja saman sem sagt, stöðu þjóðminjasafnsins við þjóðarvitundina. Já. Það mætti alveg halda því fram að þjóðarvitund sé á hverfandi hveli. Og spurningin er þá líka, er sem sagt eitthvað sem heitir borgarvitund eða byggðavitund, lokalvitund, hún á hverfandi hveli? Ég meina, hvar erum við nákvæmlega stödd? Ég meina, mér finnst, samkvæmt þínum rökum, þá finnst mér mjög líklegt að það verði mjög auðvelt að leggja niður þjóðminjasafnið innan tíðar. Því að við erum hætt að hugsa eins og fyrir 160 árum þegar safnið var til. Já, sko, allt er hægt. Þú veist, það er bara allt hægt með mjög góðum vilja og nógu mikilvæg orku og úthaldi. Fyrir viku síðan lærðum við það að ástæðan fyrir því að leggja niður borgarskjalasafn var bara alls ekkert vegna þess að borgin þurfti að spara peninga. Þannig vantaði húsnæði og hún nennti ekki að leita húsnæði fyrir borgarskjalasafn. Svo kemur í ljós að þessar framkvæmdir á Grófarhúsinu fyrir 5,4 milljarða eins og kom fram í fjölmiðlum núna í þessari viku, þær eru settar á ís. Þar af leiðandi verður borgarskjalasafn og flutningur þessi yfir á þjóðskjalasafn sennilega settur á ís. Það mun taka einhver ár, það verður komið nýr borgarstjóri og hugsanlega verður þetta allt saman gleymt þegar einhvern tímann í framtíðinni. Þetta var niðurstaðan úr fyrirlestur Stefáns Pálssonar hérna fyrir viku síðan. Þannig að auðvitað er þetta allt saman auðveldara á þessu stigi viðurkenndra safna eða þá héraðsskjalasafna. Það er mjög skýrt tekið fram það hvað gera skuli ef loka eigi borgarsögusafni. Það er ekkert vandamál að hætta rekstri þess. En öll þessi ákvæði sem eru í samþykktum viðurkennd söfn, þau eru ekki í lögum höfuðsöfni. Það er það sem ég átti við. Við erum hér af því að safnamódelið er hierarkískt, þá erum við hér á öðru þrepi. Eins og ég segi, það er alveg skýrt með borgarskjalasafn hvað eigi að gera ef því verði lokað. Það kemur fram í samþykktum borgarskjalasafn. Svo aftur á móti hvort að það sé að þjóna einhverjum tilgangi að loka því. Það er svo umræðan sem við höfum verið að fara í gegn og hún þjónar engum tilgangi. Borgarskjalasafn og borgarsögusafn, héraðsskjalasafn Kópavogs og vonandi héraðsskjalasafn. Nú ætla ég að vera voðalega gáfulegur Kópaskers eða þess sveitafélag sem Kópaskers tilheyrir. Hún þjónar engum tilgangi vegna þess að hún er þá að þjóna
þeirri héraðsvitund sem til staðar og við hefur oft komið upp í umræðum hér í þessu mikilvægi nærsamfélagsins fyrir söfnin, fyrir skalasöfnin einkum og sérilagi. Þannig að hún mikilvæg og ég hún á hverfandi hveli, ég veit það ekki, ég held ekki, ég held hún sé alltaf til staðar, en hún breytist. Ég ætla bara að koma með athugasemd að þetta náttúrulega snýst samfélagsvitund eins og hér kemur fram og ég alltaf að tönnlast á frönsku byltingunni. Að hún setur svo mikinn hugmyndagrunn undir okkar nútíma samfélag, menn átta sig eiginlega ekki nógu vel á því. Því söguvitundin ekki nógu sterk. Og ég myndist á þennan ágæta Abbé Grégoire í mínu erindi hérna daginn sem hugsaði að almenningur skyldi nú njóta þeirra gæða sem menningararfurinn væri og ekki bara aðallinn í krafti auðs og valda. Valdið væri komið til fólksins og þannig væri samfélagseignin. Þess að menningaginn væri orðin samfélagseign. Þannig að ég held að þessi hefur svolítið fyrring okkar tíma og í raun og veru gagnbylting gegn frönsku byltingunni sem hér á ferð. Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á að kommentera þetta. Ég satt og hlustaði á þitt erindi með aðdáun. Ég held að söfn á, þetta er svo erfitt að orða þetta, viðurkennd söfn, opinber skjalasöfn, önnur bókasöfn en Landsbókasafnið, að þau þjóna alveg þessu sama hlutverki bara á öðru vitundarstigi. Þau ekki á þessu þjóðarvitundarstigi, þau inn í nærumhverfinu og það mikilvægt. Það kannski ekki verndað í lagabókstafnum á sama hátt og höfuðsöfnin, þar með talið Landsbókasafn og Þjóðskjalasafn, þó að þau séu ekki skilgreind sem höfuðsöfn í safnalögum, í raun og veru vernduð. Þau aðeins vernduð í lögunum. Já, góðan daginn, ég heiti Katrín og bara svona áhugamanneski söguna, sko. Þannig mér langaði að spyrja það var mjög sárt þegar það var lagt niður eða fólkinu skipað að pakka saman skólamennasafninu í Austurbæjarskóla og það virðist engin skilningur hvorki hjá skólastjórunum né fólkinu hjá borginni og sérstaklega ekki þessu manni sem yfir sviðstjóri þarna hjá skólastarfseminni, man ekki, hann heiti Bjarni held ég og þá datt mér í hug hvort að eins og Þjóðminjasafni hvort að það get ekki stigið fram einhvern veginn og sagt bara svona gerir fólk ekki og bara þið bara megi ekki koma svona fram að því að það ekki farið að gera neitt við þetta húsnæði, þetta bara undir lofti þarna í Austurbæjarskóla og þetta fólk sem búið að leggja á sig ómælda vinnu við að safna þessu munum og þetta ómetanleg saga og ég fór þarna síðasta daginn sem þetta var opið og það var bara fólk að vera líka með tárin í augunum og bara alveg einstakt bara að koma þarna og líka að vera lífegast upp fyrir manni sjálf með þegar maður var í skóla sjá alls konar hluti og svo einu önnur spurning sem ég ætla að koma fyrst ég hérna þá langaði maður að spyrja hvort það væri ekki að setja upp hluta á því safni sem var til sýnis í Þjóðminjasafni áður og mann var svo gaman að sjá eins og þjóðbúningarnir allir kvenna þjóðbúningarnir frá upphafi og vaxmyndasafni bara ég var nefnið 2 hluti úr gamla dag. Ég fekk aldrei að sjá vaxmyndasafni. Já, byrjum á þetta alltaf vandamál þegar minnisöfn lögð niður. Nú veit ég ekki hvort að þetta hafi verið viðurkennt safn samkvæmt safnalögum, þannig ég veit ekki hvort að það hafi verið eitthvað tilgreint hvað gera skuli við safnkostinn. Ef ekki að þá þetta bara mjög erfitt, þá hefur hvorki Þjóðminjasafnið eða aðrir aðalar einhverja aðkoma að svona löguðu. Og svo varðandi Þjóðminjasafnið sjálft og þjóðbúninga og vaxmyndasafnið, ég bara segi áfram vaxmyndasafn. Hver veit hvaða sýningar við eigum eftir að draga upp úr safnkostinu?
búið að segja að vaxmyndasafnið til í sínu upprunalega. Já, ég held að það sé til. Var ekki einhvern tíma saga því að Kristján Eldon hefði fengið lánaða skó? Fyrst að enginn spyr, þá held ég bara áfram að spyrja. Hérna, það er náttúrulega verið að gera greinarmun á almennum söfnum, ef við getum orðað þannig, opinberum almennum söfnum og svo sýningum. Við varum að tala við hann Jón Jónsson sem situr hérna upp í salnum og hann var að segja með þau tíðindi að það væri verið að þrengja mjög mikið af sýningum og enga söfnum út allt land. Jón kannski getur sagt okkur meira það. Ég kann ekki bregðast við því. Já, þakka þér fyrir Sigurður að draga mig inn í þetta. Jú, þetta alveg satt. Ég talaði það við Sigurður áðan að mér finnist að áhrifin af þessu þessum lokunum á safnunum hafi verið mikil og svona þetta sé að smitast út allt. Eða kannski það bara breyttir tímar sem eru bæði ástæðan fyrir því að þessar ákvarðanir voru teknar og að það verið að þrengja að söfnum land allt, bæði söfnum sem rekin af sveitarfélögum og einkasöfnum. Það að dragast saman framlög og stundum hefur þetta haft bara mjög erfið áhrif á rekstur safna og þannig að þau eru svona alveg á mörkunum að standa undir sér fjárhagslega eins og þau eiga að gera samkvæmt safnalögum. Og maður sér svona að sveitarfélögin fara á undan í þessu. Ríkið hefur staðið sér betur og safnasjóður hefur verið stækkaður og það er öðruvísi viðhorfið þar að einhverju leyti en viðhorf sveitarstjórna til safna hafa verið alveg ferleg. Á Ströndum, þar sem ég bý, þar ekkert héraðsskjalasafn. Og mér langar til að sýna ykkur af því að Sigurður hérna sendi mér þessa áskorun. Ég er hérna með bók. Ég er á leiðinni út á handritadeild Landsbókasafnsins til að skila þessari bók inn. Hún er búin að vera á Flandri í 130 ár frá því hún var skrifuð. Þetta er handskrifað sveitablað, norðan á Ströndum, dalbúinn, skrifaður 1891-3 og núna 130 árum seinna er ég að fara með þessa bók sem ég fekk í hendurnar núna í sumar. Hún hefur verið í Skotland og Svíþjóð og víða land og afhent hana handritadeildinni þar sem hún kemst í öruggt skjól. Það er ekkert handritasafn á Ströndum, þess vegna hefur kannski verið á þessu Flandri í 130 ár. Það er ekkert skjalasafn þar og ég sannfærður að það er ekkert öll skjöl sem að lifa af 130 ára á Flandri. Sem sagt, þau tínast, þau glatast, þau brenna, þeim er hent. Og þetta á bæði við opinber skjöl af Ströndum og alls konar einkaskjöl. Og skorturinn á héraðsskjalasafni þar, hann hefur haft ótrúlega áhrif á því hvað er varðveitt á söfnum yfirleitt frá þessu svæði. Þetta líka þegar við skoðum ljósmyndasöfnin, hjá stóru söfnunum. Það er miklu minna myndum þar frá Ströndum heldur en á flestum öðrum stöðum og þetta er út af því beinlínis að það vantar héraðsskjalasafn á þetta svæði. Héraðsskjalasafn er ekki lagaskyld starfsemi sveitarfélaga. Minjasöfn eru það ekki heldur, en bókasöfn eru það og það er alls það lagaskylt að þessu bókasöfn starfandi. Mér langar bara til að sýna ykkur þetta að því að Sigurður, að ég er með þetta í töskunni og er með þetta á leiðina á safnið og en ég hef miklar áhyggjur af þessu. Þetta var ekki beint spurning til þín, þetta var bara svona mín hugleiðing. Já, takk fyrir áhugavert erindi og pælingar, Kristján. Í tengslu við svona yfirskrift erindisins, þá og ekki síst í tengslu við næst síðustu glæruna hjá þér, það sem þú vart með myndina af Hóffjöðrunni. Í ljósi í ljósi safnkorsins sem Þjóðminjasafnið varðveitir, hvernig blasir þessi vandi við hjá þér? Er það ekki borgarastyrjöld á Íslandi ef til þess kæmi að menn myndu fara að ráðast í það að láta niðurlagningu Þjóðminjasafnsins verða að veruleika? Er ekki mikið stríð einmitt
þennan safnkost, aðskildu hluta hans vegna þess að þetta eru oft á tíðum verðmætir hlutir, ekki bara fjárhagslega, heldur líka tilfinningarlega með tilliti til hagsmuna ólíkra landshluta, með tilliti til sjónarmiða einstaklinga, svo sem allra þeirra ótal gjafa sem hafa borist Þjóðminjasafninu í ýmsum myndum. Væri bara út frá því sjónarmiði, þar að segja safnkostsins, væri þetta ekki nánast óvinnandi vegur að einhvern veginn að greiða úr þessari spurningu, hvort það sé yfir höfuð hægt, takk, að leggja safnið niður, takk. Jú, nákvæmlega, og þess vegna þetta í sjálfu sér Þjóðminjasafnið endastöð í þessu ferli. Það ekkert gert ráð fyrir því að þessi safnkostur verði brotið niður og færður eitthvað annað. Það hárrétt. Og auðvitað eru þetta ákveðna siðferðislega spurningar, sem þú segir, til gjafa og annað sem berast Þjóðminjasafninu, algjörlega. En ég held að einmitt lögin, þau virði þessa stöðu höfuðsafna, þau eru lokastöð. Það engin leið að splitta upp þeim safnkosti sem hér inni og færa hann eitthvað annað. En það sem mér þykir eiginlega mest verðmæti í safnkostinum, og það var nú kannski það sem við og Anna Heiða og fleiri hérna inni vorum að vinna í, og var sett hér á sýningu sem lokaði núna fyrir nokkrum mánuðum, og það eru einmitt hóffjaðirinnar. Það eru endalausir askar sem eru brotnir, og það eru óendanlega mikið af dóti og drastli og smáhlutum og alls konar. Það akkúrat þetta sem við dróum saman í titilinn Heimsins hnoss, sem engin veit nema kannski Freyja og Ágústa að einhverju leyti, en mest Lilja sem hætt, og Sarpur að einhverju leyti, en allt of litlu leyti, sem sagt gagnagrunnurinn okkar. Þetta eru ótrúlega verðmæti í safnkostinu, og reyndar eru þetta verðmætin einmitt í safnkosti allra safna, ekki bara Þjóðminjasafnsins. Og eins og bara við heyrðum í síðustu viku, bara algjörlega stórkostlegt dæmi það hafði engin varðveitt skjöl vöggustofurnar, vegna þess að við gerðum ráð fyrir því að þau yrðu báknið í gríðarlegri rannsóknarvinnu einhvern tímann á fyrrihluta 21. aldar, heldur bara vegna þess að þau í sjálfu sér áttu rétt á því að verða varðveitt. Þau voru mikilvæg fyrir varðveislu einhverjar borgaravitundar í Reykjavík. Það málið. Hér á þessum stað stóð maður fyrir 4 árum, Björnar Olsen, og hélt mikla eldræðu fyrir því að söfn eru dvalarheimili hluta, og það má ekki rjúfa. Já, þakka þér fyrir erindið og mjög forvitinlegt að fá innsýn í þetta og þessi sjónarhorn. Ég með tiltölulega einfalda spurningu, held ég. Ég var að hugsa bara safnalögin þegar þú fórst yfir þau áðan og höfuð söfnin. Veistu, mér fannst svo forvitinlegt að sjá þarna og athyglisvert undir þessum höfuðsöfnum ekki Landsbókasafnið. Veistu hver aðdragandinn ástæðan fyrir því? Nei, ég þekki auðvitað ekki aðdragandann af því af hverju ég var svolítið að reyna að þefa það uppi hjá mínum kollegum hvað var til þess að til dæmis Þjóðskjalasafnið fór ekki inn í safnalög, heldur skjalasöfn voru tekin þar út fyrir sviga og sett í sérstök lög opinber skjalasöfn og Þjóðskjalasafn Íslands. Ég veit heldur ekki af hverju bókasöfnin, það kannski vegna þess að mönnum hefur þótt starfsemi bókasafna að vera öðruvísi, en lögin bókasöfn, bókasafnslögin og lögin Landsbókasafn, þau endurspegla safnalögin og lögin svo
Þjóðminjasafni Íslands að miklu leyti. Við erum með bókasafnaráð sem fer með mjög svipað hlutverk, ekki fullkomlega en svona svipað hlutverk og safnaráð. Landsbókasafnið er ekki titlað sem höfuðsafn en því er lýst sem lykilsafni á sínu sviði sem þannig að það fer með mjög svipað hlutverk og höfuðsöfnin fara með á sínum sviðum. Þannig að þó það sé búið að aðgreina þetta svona í kannski 3 meginflokka, bókasöfn, skjalasöfn og svo hin söfnin, listaminja og menningarminja og náttúruminjasöfn, að þá er sýnin í lögunum á öllum sviðum mjög sambærileg. Þannig að Landsbókasafn er á vissan hátt höfuðsafn höfuðsafn bókasafna. Ég eiginlega botna ekkert í hvað þeir eru bjassinn, bæði þú og Sigurjón. Ég meina borgarastyrjöld. Það er engin borgarastyrjöld ef Þjóðminjasafnið er lagður niður. Það er öllum sama. Þú veist, þú ert að fjalla um það sem Björnar Olsen sagði, við erum alveg saman á því, en stjórnmálamenn, þeir hafa engan skilning á þessu. Ég meina, ef við lærum eitthvað af þessu borgarskjalasafnsmáli og héraðsskjalasafn Kópavogs, þá öllum sama. Ég meina, lítið hér yfir hópinn. Hverjir eru hér inni? Við sjáum ekki mikið á háskólakennurunum. Það er ekki mikið af kollegum mínum hérna úr sagnfræðinni. Ég meina, í prinsippinu fólki nákvæmlega sama. Við erum hérna þéttur hópur sem erum að höldum upp í vörnum. Við komumst ekki inn í fjölmiðla. Fjölmiðlarnir hafa engan áhuga á okkur. Það verið við 2 viðtöl við okkur í mig og Orra Vésteinsson þetta í morgunútvarpi á Rás 1. En við höfum reynt að komast inn við það, bara fólk hefur engan áhuga á þessu. Þannig að, ég bara var ykkur við. Mér finnst það ekki ósennilegt að Þjóðminjasafnið verði lögt niður, af því Þjóðminjasafnið ekki endastöð, Kristján. Það bara hægt að setja það sem hann á netið. Sarpur, hann greipir þetta. Þú veist, fólki mun finnast það bara alveg sjálfsagt. Það væri bara alveg nóg, skilurðu. Og svo bara verður hitt draslið allt saman sett bara í geymslu. Því það skiptir engu máli stjórnmálamennina hvort að við höfum aðgang að þessum munum sem eru hér uppi eða ekki. Þjóðarvitundin hverfandi, borgarvitundin, lokalvitundin farin. Það málið. Þess vegna stöndum við frammi fyrir þessum vanda. Á ég að bregðast við þessu? Nei, hún ekkert að hverfa og það þess vegna sem málið svolítið þetta, Sigurjón Grétar farin, að söfn þau eru aldrei fyrir stóra fjölda. Það aldrei stóri fjöldin sem að fara og jafnvel þetta safn, það fær hér, ég held að mesti fjöldi í Þjóðminjasafni Íslands hafi verið eitthvað 140 til 150.000 gestir á ári. Þar af voru 120 eða 130.000 erlendir gestir, þannig að það mjög fáir Íslendingar sem sækja safnið og við viljum auðvitað fleiri komi og við vinnum að því að fá fleiri gesti. Þá engu að síður, ef þú svo lítur á það á kannanir sem spyrja Íslendinga hversu oft ferð á Þjóðminjasafnið, að þá fara þeir miklu oftar heldur en þeir gera og það felst í þessari tryggð við safnið. Jú, ég fer alveg annað hvert ár á Þjóðminjasafnið. Við gerum ráð fyrir því samkvæmt Gallup-könnunum að hingað komi alveg minnstakosti 100.000 Íslendingar á hverju einasta ári sem þeir gera ekki. En þetta svona vitundunum það verður að vera. Þetta eitthvað sem þarf að vera. Það þarf að vera til. Héraðsskjalasöfn eða önnur viðurkennd söfn, þau búa svolítið kannski má hugsa sér, kannski það þessi hierarkíska sýn sem ekki góð, ég veit það ekki. Já. Þetta svona eins og kristindómurinn og messuskýrslurnar. Trúa iðkunin. En það sem ég ætla að segja það að ég setti fram pistil á vefsíðu sem fáir fara á sem heitir héraðsskjalasafn.is nýlega. Það sem að
var fjallað nýlega ákvörðun þjóðskjalavarðar að heimila förgun á öllum bókhaldsskjölum hins opinbera upp að ársreikningum að 7 árum liðnum. Fyrir mér eru þetta gríðarleg stórtíðindi. Ég búinn að berjast gegn þessu síðan í janúar. Þetta ekki fréttnæmt að mati íslenskra fjölmiðla. Því þetta hefur ekki einu sinni ratað í blöð. Og samfélagsvitundin við frostmark á Íslandi í dag og borgaravitund. Því þegar að menn eru komnir á þennan stað að það sé hægt að farga öllum bókhaldi hins opinbera eftir 7 ár, þá verður aldrei hægt að afhjúpa neitt hneyksli eða svindl og stjórnsýslan fara frítt spil að fara með skattfé án athugasemda. Jafnvel þetta sem opinberi formlegi partur, opinberar skjalavörslu, mjög harðkjarna stjórnsýsla, vekur ekki athygli í þessari eyðimörk sem okkar samfélag að verða. Þannig að borgarastyrjöld verður ekki þjóðminjasafnið frekar en þegar sjálfur fjárhagshagsmunir skattgreiðenda að fara út gluggann. Drottinn minn, hvað eitthvað neikvæð, alveg bara. Ég held að við ættum nú kannski bara aðeins að fara að slá botnin í þetta. Ég núna tekið mér vald sem fundastjóri. En ég ætla einmitt að nota þessa glæru til að vekja athygli á fyrirlestri mínum sem verður hérna eftir viku. Ég ætla að segja þér hvað varð þennan eina og þessi ein ég þegar ég fór að leita að Hafnarfirði. Vonandi get ég haft þetta aðeins svona gleðilegra að það allavega þessu góð niðurstaða, góður endir get ég sagt. En þakka ég fyrir. Þetta var... Takk fyrir mig. Já, takk.